Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla skólamál, menntakerfi og menntamál. Þeir sem að þekkja mig aðeins betur vita kannski að ég vann 10 ár í framhaldsskóla í Hafnarfirðinum, Frelsborgarskólanum. Þekki þessna svolítið mentamálin. Og ég á þeirri kenningu að þessi PISA-könnun, niðurstöðun á PISA-könnuninni, að það séu ákveðin öfl sem að fagna slöku gengi nemenda í skólakerfinu. Það hefur nefnilega í þessu sem við kallum samsæringaheimum, þeir sem að grafa ofan í allar bókmenntir og eru að horfa á skipurit eins og þetta hérna. Já, ég hefði mitt fengi núna svolítið kjafsögg út af þessu línuriti hérna, eða þessu flæðiriti. Menn halda ég sé alveg geðveikur sem ég tek náttúrulega bara sem einstök meðmæli og finn hérna svolítið samhljóð með Gandhi sem var reyndar ekkert góðmenni, hann var svona bara eins og hann var. En honum hittist greinilega stundum rétt orð á munn. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Ég búi með þennan kafla hérna að engin það er verið að hunsa mig. Núna eru menn mikið með svona að hlæja mér, það kemur svona mikið ha viðbrögð og þannig að ég undirbý mig núna undir þriðja áfanga sem að er slagsmálin sem alltaf skemmtilegust. En PISA-könnunin rekið af OECD held ég, og þetta semst alþjóðastofnun og við sjáum þetta línurit sem að menn að hlæja því í dag. En eftir því sem þið horfið meira á mig ég eftir að sjá hvað þetta passar hrikalega vel við allt sem við erum að gera. Allt sem er að gerast í heiminum. En það er þetta UNESCO og World Health Organization. Og bókmenntirnar sem hægt er að lesa í þessu samhengi er eftir Aldous Huxley og ættingjans Julius Huxley. Og ég mun setja linka náttúrulega allt sem ég fjallum hérna eða sem ég byrkt á skjánum mun byrtast hér að neðan. En það er sem sagt þessi UNESCO-stofnun hér sem var sett upp og byggð upp af Julius Huxley, bróðir Aldous Huxley. Þetta eru svona hugmyndafræðingar á þessu New World Order dæmi og sko ef að þið lesið þessi vísindi þá sjáuð þið að það kemur fram að þessir aðilar vilja sem sagt undirbúa mannkinn undir New World Order, undir þessa Elysium þrælakistu og það er gert í gegnum stofnunar eins og UNESCO og þið getur náttúrulega bara lesið þetta í detail að það er kerfisbundið verið að forheimska fólk og ein ástæðan fyrir að ég bendi á Health Organization þaðan kemur allt þetta svona hvað fólk á að borða og öll þessi heilaskemmandi lyf sem er í gangi og öll þessi geðlyf sem er dælt í greip börnin, þetta hefur allt saman óbúðslega skaðleg áhrif á heilan og kemur í veg fyrir að börnin þroskist á eðlilegan hátt og þau séu svona submissive, að þau séu svona undirgefin yfirvaldi og þið sjáu bara ef þið horfið á skólastofnun að þetta er eins og fangelsi það var nú reyndar þetta eru hálfgerða fangelsistofnanir og þið sjáuð að hvernig börn og ungmenni eru takteruð í skólakerfinu er svipað og fangar eru takteraðir í fangelsum og þannig að þetta er fangaþjálfun
og þessna tel ég að aðilar í íslenska kerfinu fagni að PISA-könnunin komi illa út. Ég tel að það sé í raun markmið, en aðtöðu það að allt ríka fólki fer í allt aðra skóla, það fer allt aðra menntun. Og þessna getið þið til dæmis áttað ykkur á því að uppkomandi kennaraverkfall, ríkið hefur engan áhuga á því að semja við kennara. Sko, ríkinni alveg nákvæmlega sama út að kennarar verði í verkfalli í 100 ár. Þeir bara yppta öxlum og segja, já, kláriði bara verkfallssjóðin ykkar, og að því að það hendar markmiðum, og það náttúrulega ein svona stoðin undir þessu sem ég að segja, að það hendar markmiði yfirvalda eða stjórnvalda að kennslustar trublist sem mest. Að þessi krakkar sem eru náttúrulega í svo hræðilegu stofnunum, og þið sjáu líka að með láglaunastefnu kennara þá hefur það áhrif á gæði kennslunar, og það er ástæða fyrir því að allir sem að koma í gegnum einkaskólana eða ríkafólksskólana eins og menntaskólann í Reykjavík, að þeir fljúga allir í gegnum menntuna, þeir eru mótaðir á allt annan hátt. Og það hendar hagsmunum ríku elitu mafíunar á Íslandi að brjóta niður skólakerfi, og verkföll bara himnasending að trufla nám hjá þrælunum. Þannig að ég get alveg sagt ykkur það verður engin samningar, og þetta verður langt verkfall, og í lokin verður engin launahækkun. Og og líka þetta hefur áhrif á sálarástand fólks með að það vill ekki fara í aðgerðir, það vill ekki fara í verkfall, af því að það man eftir, og þegar að kennara fara í verkfall þá lendir bara allur almenningur í svaka veseni með börnin, hvar á að koma þeim fyrir. Þetta er óbúðslegt rót á hjá þrælunum og sérstaklega þeim sem að kannski minna mig að sín, að þeir hafa miklu færri úrræði með börnin, hvað á að gera, þannig að þetta skadar þau miklu meira. En þetta skadar nánast ekkert ríkt fólk. Það getur keypt sér kennar, það getur farið í einkanám eða sendt börnin í nám erlendis á meðan, eða það hefur miklu meira áhuga, miklu meiri resursa að hefa svo ríkt, og þessna er það í elendinni. Og þetta er umræða sem aldrei farið fram á Íslandi. En það er töluvert þetta er töluvert hérna sjá þessa mynd hérna, það er töluvert umræða þetta á meðal samsæringa, og ég mun setja linka á þetta vídeo hérna með honum Alan Watt, og ég vil gleðja ykkur hérna þeir sem eru með ónæmi fyrir Alex Jones. Þetta er viðtalið tekið á Infowars, en Alan Watt talar allan tíman, hann er ekkert truflaður, hann er ykkur alveg óvægt að horfa á þetta. Og Alan Watt hefur ekki verið boðið í viðtal á Infowars hjá Alex Jones í langa tíma, þannig að þeir sem eru með þá fóbíu, þeir takið því vantilega bara sem meðmæli. En ég skora á ykkur að hlusta á þetta viðtal, þetta eru 2 klukkutímar, að hann hefur útskýrur þetta svakalega þægilega. Það er svo gott að hlusta á hann er frábær kennari hann er tónlistarmaður, og óbúslega fínn kall og auðvelt að hlusta á hann. Og við sjáum að það eru fleiri stofnanir sem að stunda þetta dumbing down. Það er ekki bara það er markmiðið svona forheimskun á líðnum, og þið sjáuð að mass communication media inn í þessi og þar kemur inn í þessi Disney melluvæðing sem ég kalla. Sjáuð þið, þetta er svona, ef ég set inn hérna leitarskilyrðið Disney sluts, sjáuð þið, það kemur, og þetta er kúltúrin, þetta er það sem fjölmiðlarnir eru að kenna börnunum okkar.
ekki hérna á þessu heimili reyndar því að við börnin horfa ekkert eða nánast ekkert á sjónvarp og ef þau horfa á sjónvarp þá erum við með þeim. Þessi mynd hérna náttúrulega fræg og þessi stúlka hérna, hún hérna Hannah Montana, hvað er verið að þið sjáu að hún er byggð upp fyrst sem svona barnastjarna og síðan er hún keyrð beint í þetta dæmi hérna. Og þetta er ekkert neinn tilviljun, þetta er ekkert bara að því að hún ákvað að gera þetta eða að því að henni finnst þetta svo flott eða eitthvað svo leiðist, þetta er kerfi, þetta er, og þið sjáu nú bara í síðustu Grammy-velunum, það var nú fólk sem gekk þar bara út, að þetta er hluti af þessu plotti hérna. Og til dæmis rockmenningin, bítlamenningin, hippamenningin, hún var fundin upp hérna í þessu Tavistock Institute. Þar var sá kultúr allur byggður upp og það er kerfisbundið verið að forheimska fólk og þeir sem eru að vinna því markmiði að forheimska þjóðina Ísland eru náttúrulega rosalega ánægðir yfir þessum PISA-könnunum. Og svo sjáum við að sko sérstaklega þessar pyntingabúðir sem skóli er fyrir unga stráka 7-8 ára að vera dæmdir til þess að sita í einhverjum loftlausum kompum með nöldrandi kettlingar allan daginn yfir sér og svo ef þeir akta eitthvað út að þá eru þeir sprautaðir svoleiðis niður eða pillaðir niður að þeir eru hálf meðvindalausir. Þar komum við með heilsu, þetta er samspil sem sagt UNESCO og World Health Organization, börnin eru svoleiðis og svo fjölmiðlanir að fólkið er svoleiðis þrukkað niður í forheimsku og það halva væri nóg og hérna þannig að ég hef búin að gefa ykkur nægjanlega heimaverkefni þannig að ekki hafa þennan þátt kannski lengri hjá mér akkurat núna. En kæru kennarar og fyrir samstarfsmenn það hefur engin áhuga að semja við ykkur það þarf að tækla þetta frá öðrum á annan hátt það þarf að fara að kjósa alvöru fólk fólk þarf náttúrulega fyrst eins og ég hef alltaf sagt fólk þarf fyrst að fræða sig og fá uppljómun á því hvað er í gangi og fólk verður að standa í lappirnar sjálft eins og þið sjáu að það vilja allir vera einhverju dópistar á ríkinu, bara vera heima á einhverjum bótum og þetta sko hugsa ykkur eins og Íslandi í dag ef Íslendingar væru svolítið harðir bara í staðinn fyrir að hanga á bótum og mæla göturnar og vera í þunglindi ef við værum að byggja járnbrautarlest frá Keflavík í gegnum Reykjavík til Akureyrar og síðan getum við farið til Egilsstaða bara hringinn og það er svo margt sem við getum verið að gera en það er engin áhugi á því þessi New World Order hefur ekkert áhuga á góðum hlutum þetta eru bara svona upp til hópa hálfgerði nýðingar og djöfladyrkendur, svona satansdyrkendur og þetta er það sem hefur þetta er vandi mannkins þessi hópur af fólki og áður en þið hlægið að þetta hérna blað sem þetta er svo þægilegt fyrir mig því að það er nú ástæðan fyrir að ég nota þetta þið sjáuð áður hef ég notað annur svona línuritt en þetta er krótað upp af svona það sem við kallum insider ég man nú ekki alveg hver það var ég get nú örugglega fundið nafnið á honum en þið sjáuð þetta er samsarið að stjórna heiminum og hann teiknaði þetta svona upp í grófum dráttum hvernig þetta system er byggt upp að þetta krótblað sem að núna menn er að hlæja að mér að vera að nota ég notaði bara það svo þægilegt það eru öll elementin þarna inni sem ég þarf til þess að nota eða til þess að átta mig á því hvernig hjálpa mér að útskýra hvernig þetta er byggt upp og þið sjáðu ég voða lítið undanfari nota þetta hérna toppin á þessu sem er Illuminati reglan og hérna eru Rothschild og allt þetta og svo Bilderberger sem við erum Íslendinga ég hef gert sér þátt íslensku Bilderbergerana og hérna þannig að Íslendingar eru Ísland eins og allir aðrir í heiminum eru undir árás þessara afla
Þetta eru hættulegustu hryðjuverkasamtök í heimi í dag, þetta eru skipuleg glæpasamtök og þeir vilja brjóta niður börnin áður en að þau ná að vaksa og þroskast. Og ég vil biðja ykkur kæru hlustendur eða áhorfendur að muna styrkja mig. Ég veit að það er alltaf pirrandi þegar maður talar svona peningamál en ég þarf nú víst að lifa eins og allir aðrir og nú ef þið getið og það þarf ekki að vera neitt mikið, það til dæmis bara ef að þið borgið 200 kall á mánuði, leggið inn á reikningin hérna niður í 200 kall á mánuði, það er fljótt að safna saman að það þarf ekki að vera einhverjar heiminn háar upphæðir en það styrkir mig rosalega í líka bara andlega í að gera þetta ef að ég sé físískan stuðning frá ykkur og endilega og ég hef líka áhuga í að fara meira yfir í svona kannski Google Plus umræðu þætti og fleira slíkt þannig að það er eitthvað svolítið flóknar tæknilega af því að við verðum að halda þessari umræðu gangandi og við verðum að vakna til þess að halda Íslandi góðu og líka bara alþjóðlega og það eru fullt af það er svolítið dælt út blekkingastarfseminni núna og ég hef minnst á það áður að ég teldi með þess að píratarnir á alþjóðavísu sé bakgrunn þar á bakvið sé ákveðin öfl sem ég er ekki hrifinn af ég er ekki að tala persónunar í íslenska píratafloknum, ég ber mikla virðingu fyrir Birgittu og þeim sem ég séð af píratunum ég tek hattinn ofan fyrir öllu þessu fólki og hef mikinn áhuga að vinna með því sem allra mest en ég vil nefna þetta að því að þetta pirra með píratana og sannarlega vona að ég hafi rangt fyrir mig með það en takk fyrir komuna núna og verið sæl